folks, velkomin í flæðiskerið með Rökkva og Jóa. Hey folks, velkomin í flæðiskerið með Rökkva og Jóa. Við erum búin að tapa Eurovision, yippie. En sem betur fer höfum við verið aðeins sigurstranglegri í blönduðum bardagalistum. Og núna í Færeyjum af öllum stöðum var svona blönduð bardagalista keppni þar sem að Íslendingarnir voru fjóritalsins og unnu allir sína bardaga. Og einn af þeim var Diego Björn Valencia. Hann mættur til okkar í dag. Ætlar að tala sigurferil sinn í MMA, blönduð bardagalistum. Hérna, þú byrjaðir fyrst í karate, það ekki? Og það passar. Já, og hérna, segðu kannski svona pínu frá því hvernig þú fékkst áhuga á karate. Herðu, ég byrjaði í karate þegar ég var 11 ára gamall og prófaði semst að keppa á kúmyndumóti sem semst að bardagahluti í karate. Já. Og vann mitt fyrsta mót og eftir það var ég alveg húgt á þessu og keppti á öllu sem ég mátti keppa á síðan. Var í karate í rauninni, já, frá 11 ára til 25 ára. Var að kenna þetta í cirka 10 ár og aðlaga semst í bardagahlutunum og hafði mjög gaman af. Já, það kannski svolítið óvenjulegt að þeir mættu vinna í fyrsta sinn. Það eru margir sem segja söguna hvernig þeir töpuðu í mörg ár og svo allt í einu. Jú. Svo gremja gerði það var meisturum á endunum, en þú byrjar á því að vinna þannig að þú verður strax svona háður þessu. Já, akkurat. Ég var þarna með held í gult belti, búin að æfa í ykkur 4-5 mánuði og ykkur stráka sem voru með brúnt og svart, og það fannst mér náttúrulega alveg frábært á þessum tíma. Já. Þannig að ég var alveg húgt á þessu. En hérna, hvað var það svona helst við karatið sem þér fannst? Það bara bardagahlutin, þetta svona, ég veit ekki hvort að við séð þetta, en þetta standandi líkist örlítið boxi, en það stoppað eftir hvert stig og má kýla og sparka. Og þetta var mestu slagsmál sem ég gæti komist í á þessum tíma þegar ég var krakki, ólingur. Já, þetta var svona það kannski harðasta sem var leyft á Íslandi á þessum tíma. Er það rétt hjá mér að það núna farin að nota varnarbúnað í karate, farin að sveipa á í kickboxi? Já, þeir eru alltaf að reyna að komast inn á sem sagt ólympíuleikana. Já. Og þannig að það alltaf að vera að herða regluna smátt og smátt. Nú voru konar brynjur og mikið stærri hanskar og legglífar. Þetta var mikið minna þegar ég var að byrja í þessu. Það var þetta svona svipað á MMA hanskar, svona bara þunnur sokkur yfir hendurnar og tannhlíf. Já, en svona öryggisbúnaðir eins og er notaður í dag. Heftir þetta eitthvað íþróttamanni eða skiptir þetta bara engu máli eða? Mér finnst þetta ekkert skipta þannig miklu máli, en þetta er alltaf þetta heftir eitthvað. Þetta er ekki þægilegt að vera með spennta brynja á sig, Nei. Það náttúrulega hafa margir séð þarna Karate Kid. Ég man eftir henni úr æsku. Var það mynd sem kom þér í karate kannski eða sást hann eftir þú byrjaðir? Já, ég held ég hann síðan eftir ég byrjaði, það var ekkert eitthvað sérstakt þannig sem komur út í þetta, en mér finnst það frábær mynd, Mr. Miyagi, er náttúrulega frábær karakter. Já, hann ræðislegur og svo kunni hann ekki einu svona karate leikarinn, hann bara svona kunni svolítið að dansa held ég og svona bara bætt upp með hæfileikum frekar. En það náttúrulega fyrir þá sem við ekki vita að þá karate í rauninni keppni, bardakeppni hálfpartin þannig að þú átt að reyna að ná höggja en þú mátt eiginlega ekki kýla eða sparka einhvern fullu afli, þú átt svona pínu hitti hann en ekki alveg af fullum krafti ekki með hann og þú heldur dæmdur að leika að fara mínustig ef þú í rauninni kýlir af fullu afli einhvern. Já, semst í höfuð. Já. Það eru semst kannski 20-30% afl sem leyft í höfuð en ef að höfuðið skýst aftur eða hreyfist mikið þegar höggið kemur eða eitthvað blóð, þá er refsistig. En þú mátt sparka það kýla í skrokkin af svona tiltöluafli? Í skrokkin í rauninni eins fast og getur, en þú átt samt ekki að reyna meiða andstæðingin. Markmiðið er bara að hitta og fá stigin. Já, þá er stig og þá er byrjað aftur. Já, þá er stoppað. Þannig að þetta snýst í rauninni rosalega mikið fjarlægð og fyrsta höggið. Já, þetta er í rauninni svolítið eins og skylmingar. Bara hver er fyrstur, stopp og svo byrjað aftur, hver er fyrstur aftur. Já, einmitt. Sem að þjálfar í rauninni rosalega fjarlæðar skinnið og það að halda þér frá og stökkvinn en svona kannski þjálfar ekki mikið í því ef einhver er búin að grípa þig eða ef þú ert komin í svona í rauninni fljúgandi hnefa slag. Nei, akkurat. En hvernig var það að þú í rauninni leiddist út í blandaðar bardagalistir úr karateinu? Ég var þarna á sama tíma sem sagt í karateinu og var í landsliðinu með Gunnar Nelson og Jón Veðri, stofnandi Mjölnis. Og þeir cirka 2005 þá hætta þeir bara í karate og fara að búa til Mjölni og byrja með MMA á Íslandi.
Ég þrjóskaðist og hélt áfram til 2010 karate og var að kenna mikið og svona losnaði ekki alveg úr þessu. Þú varst náttúrulega líka margfaldur Íslandsmeistari, þannig að það er svona svolítið kannski, Já, vill ekki hætt að... Maður var að keppa og þetta gekk vel, það var mjög gaman. Það eru kannski enga trú að því að maður myndi festa rætur hér á Íslandi? Nei, alls ekki, það var ekki það sko, það var bara, eins og ég segi, ég var að kenna nokkur sem í viku, ég var að keppa mikið, ég var í landsliðinu, þannig að... Það var bara atvinna. Það var nóg að gera í þessu sko, en mér kallaði alltaf í mann sko að fara í Mjölni samt og mann langaði alltaf og endanum lét maður bara undan og fór yfir. En þetta er náttúrulega líka kannski svolítið félagslegt að mín upplifun úr þegar ég var í Taekwondo að þetta verður voðalega mikið svona eins og svona kannski nánast önnur fjölskyldaðin eða ekki kannski svo ykt en svolítið eins og þeir sem eru lengi í kór eða eitthvað, þú vilt ekki fara úr þínum kór eða þínu skátafélagi eða eitthvað. Þetta er svona maður vildi ekki bregðast sko og gamla þjálfaranum sem er búin að þjálfa mig frá ég var 11 ára. Þannig að hann ringir ennþá í mig í dag sko. Já, og vill fá þig tilbaka. Já, þannig að maður losnar ekki svo auðvitað sko. Ertu ekkert að æfa karate núna eða ertu svona smá? Nei, ég er ekkert búin að vera núna nokkur, cirka 5 ár kannski. En þú hélst svona pínu áfram í karateun eftir þú fórst í Mjölnir, það ekki? Ég keppti semst alltaf á Íslandsmótinu einu svona ári. Það var semst gamli þjálfarinn minn, hann Vísendi kallinn, ég verða að nefna hann ringdi alltaf í mig sko og plataði mig í þetta. Og mér finnst alltaf gaman að slást, alltaf gaman að keppa sko, þannig að ég lét mig hafa það og mætti bara og tók þátt. Þú varst ennþá að vinna þau stundum eftir að þú fórst yfir í Mjölni, var það ekki? Já, þarna 1-2 ár kannski eða eitthvað, en ég hef ekkert búin að vera, ég hef ekkert unnið neitt núna í karate í mörg ár sko. Ég hef heyrt frá bræðurum sko sem eru sænskir, Jesse Enkamp og Oliver Enkamp, að þá fór annar þeirra yfir í MMA og hinn hélt áfram í karate. Og sá sem fór yfir í MMA, hann talaði blandaði bardagalistir, hann talaði að hann hefði átt erfitt með að keppa áfram í karate af því að þá var hann farin að gera miklu svona grófari hluti sem hann fekk mínustig fyrir. Jú. Lentir eitthvað í því eða? Já, þetta er bara svo miklu fleiri hlutir sko. Þetta er bara eins og, ég veit ekki hvernig dæmi maður á að nota, í karate er kannski, ef við erum með stafrófið þá er bara að nota sko A, B og C, en í MMA erum við að nota nánast allt stafrófið, þannig að það er það mikill munur. Já, hann var farin að tala það að hann greip ór sér átt í einhverjum, nú kastaði hann með eitthvað svona og þá bara mínus. Og sko krókar og alls konar tegundur af spörkum sem eru bara ólöglega í karate og bara heill hellingur sko. Já, vissi það ekki. En það var Taekwondo, þá hafa þeir alltaf verið með hjálma og brynjur. Jú, þeir með að róta. Já, og þeir komumst inn á Ólympíuleikana tiltölulega, ég man ekki hvenær það var, svona kannski kringum 95 eða 4 eða eitthvað, 2 jafnvel. Já, ég held að vera kringum aldamóti líklega, það var hann í Kóreu, hann Ólympíuleikar. Já, það getur verið kringum aldamóti, þeir voru byrjað að íta á að komast inn fyrir löngu. Já. En er ekki búið að samþykkja karate í Ólympíuleikana núna 2020? Jú, ég held að það verður í Japan eða ekki 2020 og þá kemst karate loksins inn, sem búið að reyna að koma sér inn hann í örgulega hátt í 20 ár. Ég hef líka heyrt að það séu svo margir stílar af karate að það hefur verið erfitt að fá eitthvað svona eitt inn af því að þeir hafa allir verið að rífast nákvæmlega hvaða reglum ætti keppindur og hvaða stíl og eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hversu satt það er. Já, ég eins og segi, ég er ekki alveg búin að kynna með það nógu vel, en svona mitt aldar er að þessi karate stílari, þetta er allt voða svipað sko. Já. Þetta er oft allavega hér á Íslandi, þá var þetta voða svipað allt saman og keppt undir sömu reglum og það raunir bara kötunar, formin sem voru mismunandi. Já, það sem þú keppir í rauninni meira í einhverju sem er svolítið eins og, hvað ætti maður að segja, sko, 5 leikar, það sem að þú sýnir fyrir áhörfendum eða fyrir dómurum og þeir dæma hver var með bestu tæknina. Það stundur lísti eins og að slást við ósýnilegan andstæðing. Já. Sem að sér einmitt oft í karate myndum og svona einhvern að gera svona æfingar. Passar, öskur út í lofti. Já, sólina í bakgrunnum í einhverju hofi og þannig er oft svona stemmarinn á því. Já. En þegar þú ferð yfir í Mjölni, hvernig gengur þér að aðlaga karatið? Hvað er svona það helsta sem þú þurftir? Það gekk í rauninni bara mjög vel frá byrjun. Það er svona, hvað maður að kalla, distans eða svona fjarlæðar skinn kemur mjög vel úr karatinu og ég held að þykir mjög mörgum sem hafa verið í til dæmis boxi eða öðrum svona standandi listum. Það finnst mjög óþægilegt að vera á móti karatemönnum. Já. Þannig að eins og bara ef þið hafi fylgst með Gunnar Nelson keppi eitthvað þá hann fær rauninni aldrei á sinni högg, hann er alltaf annan kort lengst frá manninum eða er komin algjörlega upp á honum, þannig að það er svolítið karate stílinn sko, all the way out, all the way in. Að karatemenn eru mjög góður að halda fjarlægð og svona ákveða fjarlæðina, ef þeir vilja ekki láta ná sér þá eru þeir farnir og svona eins og thailenskt kickbox, svona Muay Thai er oft þannig að
það svona kannski lítið niður á það að berjast þannig að þú átt eiginlega bara vaðin í mannin og skiptast á höggum hún klannar dettur og það svona kannski svona menningin í persónulega finnst mér mikið sniður að vera ekkert að fá högg í andlitið sko, það ekkert sniður tel ég. Já, það náttúrulega eitt þegar þú velur þér að verða bardagamaður í blönduðum bardagalistum eða hnefaleikum eða öðru að þá náttúrulega þarfst að reikna inn í áhættuna af höfuðhöggum og ég man eftir að hnefaleikameistarinn Lennox Lewis hann var ásakaður að vera heigull af því að hann reyndi að berjast úr fjalla með langar hendur og svona og hann sagði bara, þú veist, á sínu fína breskar heimi þú veist, mig langar til þess að geta notið hlutana þegar ég er hættur að boksa mig langar að vera með fullu viti af hverju er ég heigull ekki, þú veist og mér stæla bara alveg þetta virðist að vera eitthvað svona kallmennska sko að bara standa og skiptast á höggum og sína styrkleika en oft er þetta ekkert besta leiðin til þess að vinna. Nei, nákvæmlega. En þér eru vantilega gengið mjög vel í eins og sparkboxi og hnefaleikum og svoleiðis en var erfiðar að læra að glíma eftir að þú? Mér fannst það bara frábært að byrja að glíma út af því að það var algjörlega nýtt fyrir mér. Ég hef búin að vera í, eins og ég segi, karatinu í 14 ár þá eða eitthvað þegar ég ferði mig yfir og þá var ég bara að læra allt algjörlega nýtt, fór hverja einstu æfingu og læriði nýja hluti og mér fannst það bara ógeðslega gaman. Og nú er ég örugglega jafn vígur eða ef ekki betri í glíminu heldur en standandi sko. Já, það er líka kannski svolítið eins og þú segir þegar þú ert búin að æfa eitthvað eitt rosa lengi og ert að svona fullkomna það en þú finnur ekki þessa öru framföru lengur, þú ert búin að vera 10 ár þá bætir við kannski bara pínu eða heldur við að þá er kannski rosalega gaman að upplifa þessa rosalega hröðu framföru sem þú færð þegar þú byrjar að læra glíma. Já, akkurat. Svo heil heimur sem opnast. Það var svolítið þannig og það er náttúrulega þegar maður er búin að vera lengi að æfa standandi bardagalistir sko og maður heldur að maður sé algjörlega með þetta á hreinu og svo fer maður á glímuæfingu þar sem eitthvað tekur maður bara niður og maður veit ekkert hvað að gera. Já, það kom mörgum rosalega óvart þegar að blandaðar bardagalistir í rauninni byrjuðu að það hafði allir verið að horfa á hnefaleika og sparkbox og bíómyndir og hugsuðu alltaf að þetta væri svo sem að næða slá hinnir í gólfið sem að sigraði. En svo var það bara þannig að í byrjun var það bara þannig að þeir sem að kunna glíma þeir gripu bara í hinan og rætt héldu þeim niður í gólfinu og hinn vissi ekki hvað það gera til að sleppa og svo voru þeir kyrtir eða snúið upp á og þeir gáðust upp og maður hugsaði bara, getur einhver bara tekið mann og bara hnoða mann og maður tapar bara í bardaga. Já. Að þetta var ný uppgötun í rauninni að ég misti rosalega því ég kom úr taekwondo sem er mjög líkt karate þá misti ég opáslega trúna á því öllu þegar ég sá þetta og svona uppgötaði eiginlega þessar glímíþróttir sem ég fór síðan aðeins í en þetta hefur náttúrulega breyst rosalega mikið því að núna getur enginn í blönduðum bardagalistum bara kunnað að glíma það kunna allir að glíma og þeir kunna verjast því Þetta er eins og það er oft verið sagt sko, þetta er náttúrulega klisja, þetta er eins og skák sko. Þú ert hann reynir að taka þig niður, þú ert að verjast því og ert þú betri standandi, ert þú betri í jörðinni, hvað vilt þú gera þetta er fullt ákvörðun sem maður þarf að taka og hver bardagi er mismunandi. Og ég horfði mitt á bardagan þinn í Færeyjum og þá í rauninni er hann mestmegnis í jörðinni. Jú, sem í rauninni kom mér á óvart sko, þegar hann var með, ég skoðaði ferilinn sko, hann var með 10 róttök og 8 submissions og hann var svona 8 uppgjafir, til uppgjafir, og hann var svona aðeins læri en ég á sterkbuður sko, þannig ég bjóst við því að hann myndi reyna að sveifla hundum og reyna að kýla með meira en akkur hann hljóp bara í mig og vildi fá mig í gólfið sem að mér fannst bara fínt sko, ekki vera fyrir mig. En þessi var með hvað 90 bardaga? Jú, þetta var eitthvað svakalegasta rekord sem ég hef bara séð. Þetta var sem sagt með 20 og eitthvað sigra og 60 og eitthvað töp sem að því er náttúrulega 90 bardagataflega. Já. Svakaleg reynsla sko, barðist 15 bardagi fyrra. En já. Já, þú ert með hvað? Ég var sem sagt með 2 bardaga þegar ég tek þannig bardaga. Og þeir eru í áhugamanna í rauninni? Nei, það voru 2 sem sagt atvinnumannabardaga sem ég búið með. Já, var hann búin með 90 atvinnumannabardaga? Það passar. Já, vá, og þá kannski einhverja líka áhugamanna, jafnvel? Já, það er ekki skráð, sko. Nei, en þú varst búið með hvað marga áhugamanna þá? Ég var búið með 4 áhugamannabardaga. Þannig að þú ert komin í 4 áhuga og 3 atvinnu? Það passar. Já, þetta er rosalegt og maður má heldur ekki vann með andstæðing þó hann sé kannski með, 60 töp og 20 sigra, þó að það sé sko náttúrulega miklu fleiri töp en sigrar, þá samt er þetta gríðarleg reynsla. Já, og ég minna maðurinn eiginlega hlýtur að lifa bara á
þetta lítur að vera eina atvinnan hans út af því að, eins og segja, hann barist 15 sinnum í fyrra. Já. Þannig að ég held að hann hef ekki tíma til að vera að gera neitt mikið hann, sko, hann er að ferðast út út að slást, sko. Já, og jafnvel að þú fær bara í rauninni til að lítið borgað fyrir hvern bardaga, þá lífur alveg að 15 bördugum væntanlega. Já, rétt, hann lítur að vera okkur bótum þá líka, sko, þannig að það eru nánast engir peningar í þessu svona til að gera með. Já, ég er að misreikna mig þarna, hann náttúrulega, svo þarf hann náttúrulega að borga fyrir þjálfun og allt það, þannig að jú, þegar hann er búin að fá borga fyrir þetta, þá er ekki mikið eftir. Já, það fer eftir hvað hann borgar, en hann lifir ekki, hann er ekki ríkur á þessu, ég skal segja það. Nei, þú veist, það er einmitt að næsta sem ég vil að spyrja þig hvernig þú svona nærið endum saman. Þetta er, eins og ég er að vinna sem sagt í Hörpunni, í öryggisvörður, vinn 1 viku í mánuði, bara nætuvættir og svo er ég 3 vikur í mánuði í fríi, svo ég get nóg til að æfa eins og ég get og er að reyna þennan MMA draum sem sagt þennan atvinnumanna draum og geta komist í þessar efstu deildir til dæmis í UFC þar sem Gunni er og þar svona fyrst eru komin einhverjir svona alvöru peningar í þessu sem þetta lifa á, sko. Já, því það hlýtur náttúrulega líka kostur rosalega mikið að jafnvel bara fljúga til Færeyja þó það sé ekki kannski í Suður Afríka eða Ástralía, þá er það alveg semlega dýrt. Já, en sem sagt oftast er það þannig að í atvinnumannabortum allavega þá borgar keppnin fyrir sem sagt flug og hótel. Já, og þú færð svona einhver mjög hófsöm laun. Já, ég get alveg sagt það bara fyrir þennan barndað fekk ég 700 evrur. Þannig að það er 80.000 kall cirka. Já. Þannig að það er ekki neitt til að lifa á, sko. Nei, það er alveg svona smá peningur en ekki þú náttúrulega getur heldur ekki barist kannski hverju mánuði heldur eða neitt svoleiðis. Nei, það er svona venjulegt fólk er yfirleitt að berjast kannski, mestalagi 4-5 sinnum á ári. Já. Því að þú þarf náttúrulega að þjálfa þig upp og það myndi slíta líkamanninn að vera stöðugt í rauninni þjálfunarbúðum og svo náttúrulega meiðslin sem þú færð alltaf. Akkurát. En þú ert ekki með neina marbletti núna? Nei, þetta bara hefnaði svona vel. Ég aðeins í öxlinni, hann var að reyna Kimura lás á mig, veit ég hvort þú vilt útskýra það. Já, hann var að reyna í rauninni axlalása sem þú grípur hendina og snýr þenni. Svona eins og löggulás kannski. Já, ég sá það. Það var svona, finn svolítið fyrir því, en engin högg í andlitið eða þannig sem sést neitt á mér. Nei, hann var svolítið svona minni og svona þreknar en þú, þessi náungi, og hann óð svolítið mikið í þig og stundum lentir þú ofan og stundum lentir hann ofan og þetta var mjög svona fram og tilbaka. Eiginlega mjög spennandi bardagi því að bardagir eru oft þannig að einn bara tekur yfirhöndina strax og svo er það bara svona hægt og rólega mörkar hann hinn, ánglega búið. Þetta var fram og tilbaka og mikið öskrað, maður heyrir mikið stand up, Diego! Það var vitlaug stemning hann í salnum, sko, Færeyingarnir er alveg óðir, það var náttúrulega mjög gaman að þeim, en ég vil náttúrulega skrifa út á það, ég tók hennar bardaga með, sko, tæplega 2 daga fyrirvara og ég vil bara fullera það ef ég hefði fengið fullt kamp, semst, æfingabúður fyrir hennar bardaga, þá hefði ég klárað þetta í fyrstu lótinni, sko. Það var eiginlega bara miklúður að gera þetta svona spennandi, sko. Já, þú varst þarna næstum því búin að ná að, þú ert aftur á bækinu á honum. Átt að klára þetta hann í fyrstu, sko. Já, þú ert næstum búin að ná að kirkja hann á bækinu og svo aftur í annar lótu. Jú. Og svo í 3. lótinni þá textalóksins. Hálóksins. En þú hefði klárlega unnið á stígum ef að þetta hefði... Já, ég held það. Búin að vera með svona vissa yfirburði, myndi ég segja, sko. Jú. Það er hægt að finna bardagan hvar? Heyrðu, þetta er best að fara bara á Facebook og finna með sem sagt síða á Facebook, Diego Björn Valencia MMA og þar eru allar upplýsingar og myndir og vídeo og fleiri bardagar, ekki bara þessi nýjasti. Síðan er þetta á YouTube eitthvað stöða líka. Já. En þú átt konubörn, er það búin að vera með sömu konunni síðan? Ég er búin alltaf? Nú setur ég mig á punktinn með. Það er síðan 2003. Já. Og búin að vera giftur síðan 2010 á 2 börn, 4 ára stelpu og 10 ára strák og eins og ég er búin að setja strákinn í bæði glímu og karate, sko. Hann er akkurat fyrir að keppa núna helgina á Mjölnópen, þannig að ég er búin að vinna í því að heila þú hann, sko, og gera hann að bardamanni líka. En það sem að allir eru náttúrulega spurðir alltaf í þessu, er konan hefur hann áhyggjur af þér þegar þú ert að berjast og svoleiðis? Allavega ekki meina það að ég hringdi hérna á 50-dagskvöldið og sagði, ég þarf að fljúga til Færeyja nýju fyrramálið og getur ekki rettað því og það var allavega ekkert mál, sko. Hún hefur alveg trú á þér? Hún hefur trú á mér og hefur stutt mig vel í gegnum þetta. En heldur þú að þú myndir ekkert fá svona þó að þú viljir að börnin þíns í bardalistum svona ef að
strákurinn myndi fara að keppa í blönduðum bardagalistum, ekki svolítið svona með fyrring í maganum um meiðist? Það örugglega bara mjög spennandi. Ég náttúrulega búin að horfa á hann keppa í karate og glímu núna sko, þannig að ég held að þegar ég myndi ekki vilja að vera að keppa í einhverju svona hörðum bardagalistum ungur sko. Nei, ekki ungur. Ég algjörlega á því að ætti að vera sko 16 ef ekki 18 ára sko, til að fara að keppa í þessu. En ég held að það verið bara mjög gaman sko, ég lifi mig mjög mikið inn í bardagana þegar og líka bara að horfa á liðsfélagana mína eins og núna daginn, alltaf unnu allir Íslendingarnir. En það líka mjög sterkur liðsandi í Mjölni og ég vil svolítið útfyrir að því að náttúrulega það eru fleiri klubbar á Íslandi en af því að þeir eru oft litlir að það fáður oft hjálp frá Mjölni þegar þeir fara út. Jú, og maður ekki komið yfir í Mjölni til að æfa þegar þeir eru að fara að keppa úti og svona, þannig að það í rauninni svona mjög sterkur andi myndi ég segja á Íslandi í þessari íþrótt. Já, ég held að Mjölnir eru náttúrulega langstærsta, þeir eru rauninni sko, séu stærstir í Evrópu núna sko, með iðkendafjölda sko, og bara heimsklassa sko, húsnæði og æfingasalir og þjálfarar sko, þannig að við höfum það mjög gott hérna, við þurfum bara að fá að löglega þetta hérna á Íslandi og halda keppnir hérna heima sko. Já, það eiginlega svolítið merkilegt að það skulle ekki vera löglegt því að þó að blandaðar bardagalistir séu alveg óneitanlega hættulegar að þá þetta samt fullorðið fólk sem að taka ákvörðun að taka ákveðna áhættu og þú setur þig líka í mikla áhættu í kappakstri eða hjólreiðum eða fallega stökki eða hverju svo nefna sko, en líka bara það að við miðum okkur oft hérna við Norðurlöndin og þetta leyft hérna alls staðar í kringum okkur og meira að segja í Færeyjum, litlu Færeyjum sko, sem ekki einu sinni með MMA æfinga, þú veist, þeir eru ekki með MMA-gym í Færeyjum, samt halda þær keppni. Það eru væntanlega einhverju færingar sem æfa í Danmörku, er það ekki, sem að koma svo aftur heim sem hetjur og keppa. Það passar. Já, menn finnst það svolítið merkilegt að þetta skulle ekki vera lykt hérna, því að þú veist, eins og líka bara við mátt talað að fótbolti, að þú getur alveg fengið talsverðan í rauninni heilaskaða því að skalla boltanum oft. Já, það eru ykkur rannsóknir sem sýna það sko. Já, því að þú ert ekki að reyna að fá höfuðhögg í blönduð bardagalistum, nú ertu að reyna að verja þig, en þarna ertu að skalla viljandi einhvern bolta sem kemur á flegi verð. Jú. Þannig að það er kannski bara hættulegra heldur en að vera kýldur. Já, ég veit ekki með það sko, en allavega þá, ég meina, og líka bara öll fótameiðslinni í fótboltum sko, sem oft, þú veist, að skemma á sig fætunar og fótboltamæður eru ofta hætt að keppa bara í kringum 30. Já, mjög oft. Ökklarnir og hnén og eru oft handónýtt þó að mér finnst það svona viss önnur tegund þegar maður talar heilaskaða, það er ákveðin önnur tegund af í rauninni föllun ef þú færð heilaskaða heldur en ef að þú getur illa gengið þó að bæði kosti samfélagið eitthvað, bæði kostar mann sjálfan eitthvað í vinnu og lífsgæðan. En hver er svona algengustu meiðslin í svona bardagíþróttum? Er einhver önnur meiðsli frekar en önnur? Þetta eru mest svona bara smávægileg meiðsli, þú veist, við erum að tala sko, kannski nefbrót er kannski það mesta sko, óþægilegt, en þetta er ekkit til frambúðar sko, og ég meina fólk er að brjóta á sig buttana og kannski hendurnar eitthvað, en það eru ekki mikið alvarlegum meiðslum og mjög fá dauðsföll til dæmis með við aðra íþróttir, þú veist, það eru fleiri sem deyja bara í fótbolta eða boxi eða næstu í hverju sem svo getur nefnt sko. Já, það sem að fólk gerir svo oft ekki grein fyrir heldur er að nefaleikar eru í rauninni eða sparknefaleikar eru í rauninni hættulegri heldur en blandar bardagalistir þó að það sé fleira leyft, þú mátt til dæmis halda manni og lemjan í blanduðum bardagalistum. Jú. En ef þú nærð að gera það mjög mikið að þá er bardaginn strax stoppaður. Já, dómarinn stoppar, það er ekki eins og í hinni það sem að þú fær 10 sekúndur til að jafna þig og heldur hann bara áfram að lemja þig í höfuðið, það er svolítið. Já, og það sem er vanmetið líka í nefaleikum er að menn hafa oft orðið fyrir miklum skaða jafnvel þó þeir endist allan bardagan og jafnvel vinnan af því þeir eru stöðugt að fá sig höfuðhögg og jafna sig pínu og fá aftur höfuðhögg meðan í blönduðum bardagalistum þá ertu kannski að eyða miklum tími að halda í mannin og reyna að ná stöðu og þá er engin högg í gangi akkurat þá þannig að í rauninni er hættan af höfuðmeiðsli miklu hærri í boxi og líka í sparkboxi, herri í boxi því þá ertu alltaf í þessu færi að kýla. Já. Í sparkboxi heldur þú svolítið fjarlæði vegna sparka. Þetta er alveg bara spurningum, það er svo miklu fleiri högg sem þú ert að fá í höfuðið í boxi. Það er það eina vopni, það er bara kýla, það er annarkvort kýla í höfuðið, það er kýla í líkamann. Það er erfiðara að kýla í líkamann þegar það fer með hendina niður. En það er svo miklu fleiri vopni í MMA sko. Þannig að það eru í hverjum bardaga tölfræðilega töluvert minni af höfuðhöggum. Já. Þið hlustar Flæðiskeri útvarpið sögu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Steinsson hérna með mér, en gestur okkar Diego Björn Valencia. Já. Þú er ekki að láta þess að nafnið skildi. En ég held ég að ná þessu. En
við komum hérna til skammastundu að fara í auglýsingar. Já, ormurinn langi færist Eðal Rock. Spila fyrir Diego Björn. Sem var einmitt að koma frá Færeyjum að Já. lemja mann og annan, eða kannski bara lemja einn mann Þetta er að gera okkur óvinsilega þetta eitthvað. ég verð bara að segja að þetta er örugglega besta færeyska lag sem hefur samið. Já, og þú lamdir heldur ekki Færeying. Nei, Þannig að- þetta var englendingur sem ég var að slást við. Já. Og þú svona meira hnoðaðir hann heldur en að lemja hann. Þvingaðir hann til uppgjafar. Bara svona sussaði eyrað á honum og sagði hann að vera komin tími til að fara að sofa. Já. En endilega segja okkur frá Færeyjaferðinu og hvernig þú upplifir Færeyjar. Færeyjar eru bara algjör snill. Það er bara mæli með alla Íslendinga að kíkja til Færeyja. Þetta er svolítið eins og að koma svolítið til Akureyrar. Já. Flott íslensk svona landslag og svona pínusveitalegt sko. Og allir bara ógeðslega hressir og skemmtilegir og bara elska Íslendinga. Þetta var bara frábær ferð. Og við vorum mjög heppnir með veður, ég held að vera 20 stæði hiti allan tíman sko. Við bara svipaði hérna heima á saman tíma. Já, svaðalegt. Mér finnst svona myndir frá Færeyjum vera svolítið eins og þetta sé allt Vestmannaeyjar og Vestfirðir. Já. Svona rosa brattir klettar og hérna mikil fjöll og eyjar. Akkurat. Þetta er svona, ég alveg vissum að þetta verði svona túristaparadís bara brálega þegar túristarnir uppgötu þetta. Þeir eru búin að fá leið á Íslandi sko. Já, það var eflust eftir að gerast. Og maður hefur alveg var við það að Færeyingar eru rosalega vínalegir. Ef þeir vitu þú sért Íslendingur. Já, alveg eins og sást líka bara þegar við vorum að slást þarna sko. Það er eins og þeir, veit ekki hvort þeir hafa eitthvað á móti Dönum sko. Við vorum flestir að kempa móti Dönum. Það er algjörlega púið á þá. Ef Íslendingarnir náðu einhverju, þeir voru að taka vikingaklappið sko, hægri vinstri og ole og veit ekki hvað sko. Já, þeir eru náttúrulega ekki alveg komnir undan dönsku valdi. Þeir eru svona aðeins ennþá. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það stendur, en þeir eru ekki 100% sjálfstæð þjóð ennþá. Nei. Og við vorum náttúrulega svona nýlenda og erum svolítið svipuð, við erum eyja og fiskiþjóð eins og þeir og tölum mjög líkt mál og ritmál okkar er næstum því eins. Þannig að þeir örugglega hafa miklu meiri samkennd með Íslendingum heldur en Dönum nokkuð mann. Já, það er einhver svona bitur sem að leynist þannig að. Já, og við erum svona tvær smáþjóðir, þannig að við þurfum að standa saman. Jú. Líka rosalega góð leið til þess að móðga Færeying er að segja að færeyska sé dönsku menguð íslenska. Alveg öskureiðir að þú segir það við þá. Þetta sé íslenska með dönsku slettum. Skaldu ekki prófa það. Nei, passa sig á því. Já, ég stundum veit ekki alveg svona hvernig ég á þegja og segja ýmislegt sem kemur í vandræði. Ég hef reyndar örugglega móðgað einn Færeying að það var hérna hann Jenis Avrana sem er svona íhaldsam stjórnmálmaður í Færeyjum sem að neita að borða með Jóhannu Sigurðardóttir af því hún væri lesbía. Hann er mjög svona einhver strangtrúar, einhver ástúpatrúamaður. Og þegar ég var búin að heyra þetta og ég var búin að heyra einhver tónlistamann sem var, það er reyndar náttúrulega mjög mikið löstur á Færeyjum að það er svolítið mikið af hommahatri í Færeyjum og ég las einhverja grein með einhvern tónlistamann í Færeyjum sem var lamin af því hann var hommi. Og ég var svo reyktur og ég fann Jenis Avrana á Facebook og sendi honum link á It's Okay to be gay lagið sem við mögtum að spila en það er nú sennilega sá Færeyingur sem ég örugglega móðga mest en hann svaraði þessu aldrei en hann var heldur ekki búinn að blokka mig á Facebook þannig að Nei. Það er sennilega búinn að þið núna. Já, nei, ég gáði alveg árið seinna hvort að hann væri búinn að blokka mig, hann var ekki búinn að gera það. Nei, hann er alltaf umbrunlendur fyrir þér, það er ágætt. Já, hann svona allavega hann kunni ekki að blokktakka hann á. Nei. Hann hefur kannski bara beðið Guðum að blokka mig eða eitthvað. En ég hef einmitt svona verið á flugvelli einhvers staðar og sagt bara við einhvern Svía að ég væri Íslendingur og þá kom bara einhver Færeying bara brúðir, eitthvað bara Íslandingur brúðir bara. Ég veit ekki hvað þetta er sko en þetta er þegar við strákanir kláruðum bardagana hann helgina þá bara streymdu að sko krakka hópar og fullorðið fólk og bara alls konar fólk sem að vildi fá myndir með okkur og bara tók í hendina á okkur og bara fannst við frábærir og ég hef bara aldrei upplifað neitt í líkingu við þetta. Ég held þetta væri, ef við myndum keppa hérna heim einhvern tímann sko, við myndum náttúrulega fylla hvaða höll sem held ég. Já. Þá er þetta, þú veist, svona, ef þetta er svona gott sko. Já, það er rosalegt bróðurni með Færeyingum Íslendingum og eins og maður sá þegar Ísland var að keppa á EM í fótbolta, að þá voru þeir búin að safnast saman öllum torgum og voru að klappa og öskra á skjáinn. Og greinilega læst sko vikingaklappið þar sko, það fekk að hljóma mikið þetta kvöld.
svolítið merkilegt að Norðurlandaþjóðirnar eru svona helst svona sameiginlega stolt okkar er að vera all komin af einhverjum svona ræningjum og ruflurum og nauðgurum og þrælaheldurum sem að sildu og bröndu og rændu og rústuðu. Við náttúrulega í Mjölni við hérna köllum þetta að fara í Víking þegar við förum út í keppni og förum að slást sko, förum að berjast. Já, einhverju verður maður að svona finna samkendi. En þú hefur bara upplifað þig eins og Michael Jordan þarna, allir krakkar að fá einhandarorðun og taka myndir með þér og... Algjörlega stórfurðulegt sko, mann alltaf hefði bara gaman að þessu sko og bara, ekkert mál að fá mynd með mér sko en ég hef bara aldrei upplifað neitt þessu líkt en þetta var ógeðslega gaman. Já. Heldur þið farið í kringvarp Fauria næst kannski þegar að... Já, ég vil bara komast til Færeyja bara sem fyrst aftur sko. Við förum aftur að keppa þangað, það er alveg potið, þetta er orðið nýi heimavöllurinn okkar. Já, það er náttúrulega úr því þetta bannað á Íslandi að þá er þetta næsti bær við og svolítið skrítið, manni finnst kannski frekar að Færeyingar myndu vera að koma hingað eins og... Já, við séum að fara hérna til Færeyja, ég veit ekki hvað þetta er lítið land sko með 50.000 manns og ekki með MMA-gym og þeir með haldakeppnir en ekki við. Já, það er svolítið skrítið af því að þó að íslenski tónlistamenn fari vissulega til Færeyja þá er það samt kannski ekki litið á það á sama hátt eins og þegar að Eivur eða Jókvan komu hingað og þá eru þau náttúrulega kannski spila fyrir miklu fleiri áhorfendur og svona mér finnst það svolítið samt fyndið að hugsa litla Ísland sem eitthvað svona næsta skref að allir eru að springa úr stolti fyrir Eivuru að hún kom og var fræg á Íslandi en hérna það er náttúrulega að þeir eru miklu minni þjóðum við. Jú. Þetta er svona þetta lítur að koma núna næsta ári hjá okkur. Það er búið að lofa þessu að reyna að lögla þetta sko. Já, og það er skrítið að banna þetta því að ef maður er að tala kannski hvort eitthvað hefur verið löglegt eins og sko áfengi á ýmsum stöðum eins og í maturverslunum eða hvort að marihuana hefur verið löglegt eða eitthvað svoleiðis, þá ert að tala mjög mikil áhrif, hvort sem þú ert með á móti að þá eru það mjög mikil áhrif sem þetta hefur. Það er mjög margir sem drekka áfengi, það er mjög margir sem að munu og sem að reykja marihuana og munu reykja marihuana og svo framvegis og og það eru mjög margir sem að þá þegar þetta er ólulegt munu í rauninni selja þetta ólulega, flytja þetta inn ólulega og svo framvegis. Það er að tala óslega mikið af fólki en fyrir blandar bardagalistir, þú veist, jafnvel þó að það sé talsverður skaði kannski fyrir þá sem að stunda, þú ert ekki að tala eitthvað sem að mun kosta heilbrigðiskerfinu eitt brjóðslega mikið. Nei. Þó sé einn og einn einhver MMA sem að kannski verði fyrir einhver skaða og eitthvað örugglega ekkert margir. Þeir eru heldur ekkert svo margir sko úr MMA sem eru eitthvað þú veist, tala óskýrt og eru með svona greinilegan skaða eins og úr hreyfileikanum. Ég held að öll tölfræði sýni sko að miða við margar aðra íþróttir sem eru leyfðar hérna, þá er alvarleg meiðslatíðni lægri í MMA. Já, og maður sér það líka svolítið sko að með hnefaleikamenn, að oft þú sér viðtöl við þá sem eru búin að vera lengi, þeir tala oft óskýrt. Já. Og þeir eru oft greinilega ekki alveg heilir eftir þetta. En mér finnst það sjaldan með þessa blönduðu bardagslistamenn að þeir tali eitthvað óskýrt og oft ef það er að þá voru þeir kannski líka í sparkbóksi eða eitthvað. Já. Ég er engin læknir sko, en eins og ég segi, ég held ég að sagt á þann að þetta er líklega bara upp á, það er svo miklu meiri höfuðhögg, fleiri höfuðhögg í þessum íþróttum. Bæði í æfingum og keppni náttúrulega. Og færð svo mörg í gegnum æfina þegar úr 15 ár í hnefaleikum. Já, passar. Þannig já, það er eiginlega fáránlegt að þetta gerist þó að þið munu vonandi samt ef þetta verður löglegt kíkja til Færeyja svona. Já, það er klárt mál, við förum aftur til Færeyja sko. En þetta er náttúrulega með MMA sko, ef þú hefur ekki áhuga á þessu, ef þú vilt ekki sjá þetta, ert á móti þessu, þá bara sleppur þið að horfa á þetta hefur engin áhrif á því þannig séð þótt að ykkur er. Já, eins og ég segi sko, fólk ber bara ábyrgð á sig sjálft, eða vill taka áhættu, það er áhætta í þessu, þá bara tekur það áhættuna. Já, það verður ekki að skaða neitt annan sem að Nei, skattarnir þínir ef þú borgir fyrir í rauninni lækningu fyrir þetta fólk eða meðist verða ekki neitt tilfinnanlega herri, ég veit ekki hvernig ég sagði það. En hvað er svona næst hjá þér? Heyrðu, það er akkurat núna, það er bara sumarfrí. Ég er að fara með fjölskyldunni til Spánar í 2 vikur og slaka á og svo er bara að bíða og sjá hvenær næsti bardagi kemur. Þetta er svolítið erfitt að vita hvenar, eins og segi, síðasti bardagi núna með 2 daga fyrirvara, þannig að maður er bara alltaf að vera tilbúin. Já, var það ekki þannig að þú varst með andstæðing sem hætti og þú fékkst nýjan, heldur þú fékkst bara þennan bardaga? Nei, ég var bara ekki með neitt bardaga og svo bara fekk ég bardaga. Já, það er svaðalegt því að væntanlega það sem margir veit ekki svona bardaga er að þú ferð í rauninni í þjálfunarbúðir fyrir bardaga, vanlega kannski 2, jafnvel 3 mánuði. Já. Og nærðu upp þreki sem er alveg ógurlegt yfirleitt, sem þú ert ekkit kannski með allt árið.
og þetta hlýtur að hafa verið erfiðara svona upp á til dæmis þrekið, þú ert að berjast þarna 3 lotur. Já, ég meina, ég var kannski bara að geta pizzu daginn og eða fekk mig bjór helgina eða eitthvað sko, og ég meina það ekkert eitthvað sem maður myndi gera ef maður með bardaga framundan sko. Nei, engan veginn. Þannig að það er alltaf telur sko. Og tók þetta ekki vel á þrekið þá þegar þú varst komin í líka 3. bara lotu? aðalega það sko á 50-daginn þegar ég fæ bardaginn á laugardaginn, ég fæ bardaginn á 50-dagskvöldi, þá ég búin að æfa 2 yfir daginn, ég fór á glímuæfingu í hádeginu og glímdi þar bara frekar undirbúningu fyrir mót, þannig að ég glímdi bara frekar hart þar og svo var sparraæfingu kvöldið, þannig að ég var bara að slást. Þannig að maður bara frekar þreyttur eftir daginn og svo var ég að fara í vigtun daginn eftir og keppa daginn eftir það sko. En meðan hinir strákarnir sem var að fara að keppa voru náttúrulega búin að hvíla í heila viku sko. Já, af því að uppbyggingin þannig að þú æfir mjög hart og svo rétt fyrir bara dagann hvíliru til þess að öll svona slit á vöðvum og liðum og svona fari aftur og þú náir þér. Þú svona mjúkur og svona lús í bardagann sjálfum. En þurftirðu líka að létta þig fyrir vikturina? Nei, það var eiginlega helsti kosturinn við þetta að ég gátu ekki beðið mig það var svo stuttur fyrirvari. Já, því að það nefnilega eitthvað sem alveg hræðilegt að því að þú reynir náttúrulega að keppa í léttasta flokki sem þú getur. Jú. Og menn þurfa ofta að létta sig mjög hratt, missa mjög mikið vatn og þetta oft rosalegt álag á líkamann í rauninni. Það bara ekki neitt skemmtilegt sko. Nei. Og Halli Nelson hefur mikið talað fyrir því að breyta þessum reglum til þess að bara í rauninni huga heilsu manna í keppni. Já. Akkurat, ég get til dæmis sagt að maðurinn sem ég keppti á móti núna, hann var að fara að keppa á laugardaginn á móti í Færeying sem datt út, þess vegna fekk ég bardagann. Hann var að fara að keppa semst í 77 kíló flokki, sem flokkur og Gunni til dæmis. Já. En síðan þegar í viktunum á haustdaginn, þá var hann 89 kíló. Ok, það ekki faglega þannig að í rauninni þá hann þurfti að, þú veist, hann var að keppa. Nei, hann náttúrulega vissi hann að var að keppa við þig. Hann var að keppa við mig, sko, hann þurfti ekki að vera 77 þá, en hann hefði þurfti að vera 77 kíló þá. Hann var 12 kílóum yfir því sem hann hefði þurfti að missa, sko, bara á einum degi. Maður getur ímyndað sér bara hvað hann hefði þurft að í rauninni þurrka sig upp. Jú. Bara í rauninni fyrir þetta og svo aftur drekka vatn og þetta getur ekki verið hollt fyrir líkamann. Þannig það eru svona þyngdir sem að fólk bara að missa bara svitna út fyrir sánu og bað og alls konar aðferðir sko. Það allt upp í 12 til 15 kíló bara á sólarhring, 2 sólarhringum sem þau bara henda af sér. Já, þetta náttúrulega geðs ekki fyrir líkamann. Þetta eiginlega sko með hættulegri partum af íþróttinni sko og bara alls ekki sniðut og það vona þetta verið bannað. Já, það talað fyrir því að láta mann þurfa að vikta sig inn með lengri fyrirvara. Kannski sko viku fyrir bardagann og í miðri viku og svo deginum fyrir og þú þurfir að ná einhverju ákveðni þyngd þá strax til þess að þú getur ekki farið svona með þig. Já, og svo skjótast þeir upp aftur sko, þeir eru svona léttir rétt á með þeir stífa viktina og svo bara dæla þeir í sig vöggva og veit ekki hverju sko, þannig að þeir eru keppa kannski í 77 kíló flokkin eru 90 kíló sko. Já, þetta náttúrulega svart maður verið eftir að menn þú veist að taka úr sér blóð eða eitthvað og dæla eftir inn og bara alls konar sko. En þú ert núna komin í atvinnumennsku og þá í rauninni bannað að snúa aftur í áhugamanna bardagar það ekki? Það passar. Já, það regla að þegar þú ert komin í það mátt aldrei aftur keppi áhugamanna boxi. Þannig að núna myndu í rauninni alltaf fá einhverja smá peninga fyrir hvert bardaga. Jú, alveg. En þá kannski erfiðar að fá þá líka eða það auðveldara jafnvel? Það verið voða svipað fyrir mig allavega sko. Það bara gengið frekar hægt. Ég bara þetta einu sinni í fyrra, ég búin að bara berjast einu sinni í ár, ég myndi vilja vera að berjast svona allavega 3-4 ári, svona ef maður ætlar að gera eitthvað ferul úr þessu og verða superstjarna. En það náttúrulega ekki líka svolítið hluti af vandanum að þetta bannað á Íslandi þannig að Íslendingar ekki að keppa við aðra Íslendinga og getur ekki keppt við einhvern annan. Jú, þetta náttúrulega, ef þú býrð í Englandi til dæmis þá eru bara keppnir hverja helgi og þú kannski ákveður að keppa í þessar keppni og síðan bara aftur næstu keppni næstu helgi og þetta ekkert mál fyrir því en við þurfum að fljúga út, við þurfum að bóka hótel og oftast erum við að reyna að koma nokkrum saman til að minnka kostnaðinn sko, koma mörgum saman á eitt mót og þetta náttúrulega svona svolítið stærra dæmi fyrir Íslendinga að fara að keppa í MMA. Já, og þá þeim mun vera svekkjandi ef ykkur hættir við til dæmis sko viku fyrir bardagana meiðist eftir út 2 dögum fyrir bardagana. Já, hann var einn hjá okkur, hann Egill sem lendi í því að hann var komin til útlanda og átti að fara að slást bara daginn eftir og anstæðingurinn hætti við. Já, mjög svekkjandi. En ef þetta væri leyft á Íslandi þá er náttúrulega spurning hvað heldur að Íslendingar myndu berjast mikið innbyrðis?
Ég veit ekki hvort það þið mikið Íslendingar móti Íslendingum vegna þess að Mjölnir svo langstærsta félagi og það eru flestir þar sko. Já. Lang flestir. Já, það ekki svo mörg önnur, öll hin félögin til samans eru ennþá bara brota því sem Mjölnir í rauninni í fjölda. Akkurat, þannig að það þið meira sko, Íslendingar að fá ykkur útlendinga hingað til þess að slást við sko. Já, og það svona ekki mikil hefð fyrir því að láta menn úr sama klúbbi berjast við hvern annan í svona bardaga. Það eru allir þjálfararnir. Nei, í rauninni sko, náttúrulega ef við værum komnir í UFC til það náttúrulega bara eins og deild sko og það gerist alveg að liðsfélagar berjist en það hefur ekki komið upp á Íslandi hingað til. Nei, en þá ertu líka komin út og þá ertu komin í rauninni á tindinn af íþróttinni en hérna heima ef það veri keppni skipluð heima þá kannski eitthvað voðalega freistandi fyrir þá sem eru þjálfarar í Mjölni að setja þig á móti einhverjum öðrum viniðinum úr Mjölni í bardaga. Væri algjör óþarfi bara. Já. En heldur að það myndi koma meira þá kannski af útlendingum hingað til þess að keppa og það veri... Já, náttúrulega UFC til dæmis búið að segja að þeir væru til í að halda keppnina. Þetta náttúrulega Ísland með góða staðsendingu mitt á milli Evrópu og Bandaríkjanna og við erum náttúrulega með heimsklassa gym hérna, eitt staðsta í Evrópu, því líka aðstöð. Það nú þegar eru byrjað að koma sér bardagamenn til þess að æfa hjá okkur. Þeir einangra sig fyrir bardaga og bara geta fókusað algjörlega á að æfa og eru þá að æfa hjá okkur í Mjölni. Já, með þess að Conor McGregor sem núna eiginlega frægasti bardagakappinn í heiminum kemur í Mjölni á og til. Einhver stærsta stjarnan í þessu núna sko. Þannig að ég held að klárlega sko líka við vitum það bara ef að það er haldin keppni hérna, við sékeppni, við getum fyllt sko hvaða höll sem Íslendingar ef að Gunnar Nelson var að keppa þeir myndu mæta og það samt hvort að veri 10.000 miðar eða 15.000 miðar. Já, þóttu miðin kostaði 20.000 kall. Þú myndir fylla í rauninni hvaða höll sem og sérstaklega því að þetta væri í fyrsta skiptið. Það myndi kannski ekki vera hægt að gera þetta aftur og aftur, en í fyrsta skiptið er alveg örugt að þetta myndi tróðfyllast. Alveg sem það. En hvað framöndan? Já, þeir? Svalaði sinni eila áðan. Það bara sumarfrí núna og svo bara bíða og vona. Maður fá bara það sem fyrst og kannski með aðeins meiri fyrirvara næst væri allt í lagi sko. Já, þannig að það bara það sem framöndan og ekkert annað í bíli. Ekki annað í bíli. Eitthvað svona sem vilt segja við þá sem eru hugsa að byrja í einhver ráð, byrja í blönduðu bardagalistum eða glímu eða karate? Bara að prófa sko, ég held að þetta er ekki fyrir alla en ef þú prófar þetta og þú ferða að slást og eins og ég lendi í þegar ég keppti á fyrsta mótinu mínu og vann sko, það var bara þessi tilfinning að keppa í slagsmálum sama hvaða slagsmál það eru sko og að vinna, það er ein besta tilfinning í heimi. Þannig að ég mæli bara með öllum að prófa þetta. Kannski best að byrja í glímunni, það er svona mjúkt og það er ekki að fá högg í andliti sko. Já. Það er líka ógeðslega gaman. Já, ég tek alveg undir það að það er mjög dýrslegt þegar þú keppir í bardaga, jafnvel þó hann sé ekki í alvöru og það er svona mjög dýrsleg svona útrás að sigra. Jú. Og gott að geta fengið hana í viðurkennd umhverfi án þess að skaða aðra. Nákvæmlega. Ég gat aldrei fengið þetta út úr því að sparka bolta í net, mér varst það of einhvern veginn fjarlægt. Já, ég held að leynist fullt af einhverjum víkingum hérna úti sko, við erum með sterkustu menn í heimi og það er eftir að leynast einhverjum víkingar hérna úti sem eftir að koma og slá gegn í þessu. Já, það held ég. Ég held við höfum ekki fundið okkar síðasta MMA bardagakappa sko. Ekki séns. En við ætlum að þakka kærlega fyrir komuna hér í dag. Diego Björn Valencia. Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna flæðiskýra öndarunnið, Jóhann Kristinsson og Rökku Visteinsson. Og í næstu viku ætlum við að stelast til að hafa smá nördaþátt og fá vísindamann. Já, vísindamann. Eða öllu heldur vísindakonu. Það verður gaman að því. Já. Fylgist með. Verið sæl.